Sigur Hansen, nú hefur þú unnið hér þrekvirki á þessu stað og komið upp hér í Kakalaskála og hér í túnfætinum minnismerki Högsnesbardaga. Svo þú hefur lifað hrærst í þessum sögum og velt þeim mikið fyrir þér í gegnum tíðina. Já. Hver þinn uppáhaldspersóna í Sturlungu? Já, það náttúrulega alveg dagljóst að það er Kakali. Af hverju? Sko, það er margt. Það var nú náttúrulega fyrst þá fannst mér hann nú vera dálítið svona heillandi maður af því hann bar nú sigur hérna af Hólmi hérna niðurfrá en það er svo margt fleira eftir því sem að kynnist Þórði meira eftir því verður maður hrifnaður af honum. Og sérstaklega þetta með hvernig hann kom fram. Hann var til dæmis segir nú frá því þegar að hann frétti það að bræðurinn hefði verið dregnir út úr kirkjunni á Miklabæi og höggnir þar að hann myndi aldrei drepa mann sem gæti ekki varið sig. Og það var kannski líka það sem að gerði að hann treysti sér ekki til þess að fara niður úr bardaganum og niður á grundina til að höggva Brand þegar var búið að handtaka hann. Frænda sinn, en því það var einn maður sem að í hópnum hjá Þórði þegar hann ætlaði að standa upp, þá sagði hann við Þórð, gáttu ekki til ef að Brandur á ekki að fá að lifa. Og þá vissi hann það að ef að Þórður gengi til að þá myndi hann gefa honum líf. Og þess vegna kalla Þórður til sérstnið og biður Sigurð Glúmsson að fara niður til að hafa Brand fyrir sig. Þetta var svona einn þáttur. Annar þáttur sá að hann leggur það mjög mikið fyrir sína fylgismenn, sína herflokka að þyrma konum og kirkjum. Þetta voru svona ákveðin siðalögmál, væntanlega hefur þetta nú seitlað inn í hann eitthvað við hirðmennskuna út í Noregi, ég veit það ekki, en hann kemur þarna með svolítið ný sjónarmið og eins og ég sagði áðan að hann vann í því að í staðinn fyrir það að rekja frá sig þá sem að voru honum eitthvað skeinuhættir að hann gerir eitthvað fyrir þá semur við þá og gerir þá að sínum mönnum og margir af þessum mönnum eins og bara ég nefndi nú áðan með Þorstein í Hvammi og hans börn, bæði Ásgrím og Eyjólf Ofsa og við talum ekki Kolfinnu sem að konunars en þannig að þetta er svona svolítið annað sjónarhorn heldur en maður sér annars staðar í þessari sögu. Já, nú ertu mjög söngvinn maður, Sigurður, og þú ert búinn að syngja í mörgum kórum og þvíumlíkt og ert mjög vel inn í tónlist liðinnar aldar. Hvað finnst þér lag og texta Hannesar Hafsteins þá Kakali gerðist konungsþjóð? Geturðu sungið það með góðri samvisku? Ég ætla ekki að syngja það hérna. En gæturðu sungið það með góðri samvisku? Já, þetta er grínsöngur, þannig að það er allt í lagi. En hann hefur ekkert að heilla mig þannig að gagnvart Þórði Kakala, hann fer náttúrulega. En þó er þetta svona, ef maður hugsa þetta sko, þegar Kakali gerðist konungsþjóð, þetta var hann konungsþjóð. Já. Hann er ekkert að segja neitt og kannski hefur hann drukkið sig í hel, maður veit það ekki, en hann var allavega ekki á því að svíkja ætland sitt í tryggð. Nei, við erum vel saman um það, sko. Þannig að kannski er þetta mörguleyti vel sagt hjá Hannesi. Já, ég get ekki sungið þetta lag. Alls ekki, mér finnst það svo mikil svívirða gagnvart Þórði Kakala því ég er afskaplega hrifinn af. En hver er þinn aðal, hvern er þið verst við? Sko, ég fékk nú snemma djöfulsins óbeit á Þorvaldi Vatnsfirðingi. Já.
og sérstaklega eftir að hann drap þennan eðalmann Hrafn á Sveinbjarnarson. Já, Og það var, ég held að byrja nú allir saman að það hafi verið algjörst nýðingsverk, en hann líka, þetta líka svolítið rótin persóna, það bara þannig. Kolbeinn ungi náttúrulega ekkit í neinu sérstöku uppihaldi hjá mig, hann var náttúrulega pínu falskur, en þetta fer svolítið eftir því út og hvað maður miða, hvort maður miða við mannkostina eða mennskuna eða hvort maður miða við árangur í valdataflinu. Þetta fer svolítið eftir því hvernig maður sér þessar persónur. Og í mínu tilliti þá skora nú Kolbeinn ekkert mjög hátt í því. Mér fannst það til dæmis afskaplega lógulegt þegar hann dubbar upp Ísak Pálsson til þess að villa fyrir prestinum á Hjaltastöðum og fá hann til þess að segja svona það sem að Kolbeinn vildi kannski heyra, sem var nú líklega ofsökin fyrir því að hann sendi Þórólf Bjarnason til að drepa feðgana á Miklabæ. Þetta er svona svolítið leiðinda aðferði sem hann nota, og eins þegar hann sveik sendimann sinn sem að fóru vestur til Þórðar til þess að leita sætti á sínum tíma, Þorstein. merkilegast atburði aldarinnar. Það var nú einhvern veginn þannig með eiginlega alla þessa stóru atburði sem urðu að það var annað sem að leiddi af. Það hélst alltaf í hendur orsök og afleiðing. Það er bara, maður getur lesið það í gegnum alla söguna, en hvaða atburði hafði mestar afleiðingar, það er svona erfitt að segja það. Allir þessi atburði hafði miklar afleiðingar, og það var nú verið talað hérna Apamersföðuna, hún var náttúrulega afskaplega vitlaus og hafði náttúrulega gífurlega miklar afleiðingar. Flugmyrkjabrenna? Já, sjálfsögðu hafði flugmyrkjabrenna miklar afleiðingar líka. Það er bara allir þessi atburði og Högnarsbardagi og Ölstarbardagi, allir þessi atburði hafði miklar afleiðingar. Hver er þróunin hefði verið ef að Gissur hefði drepist í flugmyrkjabrennu? Hún öðruvísi, það er alveg klárt mál að sagan henni skrifast eitthvað svolítið öðruvísi, og það má eiginlega segja það alla þessa atburði að ef að þeir hefðu farið á annan veg þá er sagan skrifast öðruvísi, maður veit ekki hvernig.